Hlýtur að vera svekkjandi tap að tapa með þetta 7 stigum í Dalvíkum í kvöld. Já, við erum mjög svekktir með þetta. Við stefndum á sigur í kvöld og þannig að já, þetta er mjög svekkjandi. Þið gerir vel í seinni hálfleiknum. Ég meina Fjölnir byggir upp svona, kallaða nauma fórustu, þú veist, einhver svona 10 stig sem byggja upp í fyrri hálfleiknum. Þið gerir vel í að koma með 2 áhlaup í seinni hálfleiknum. Hvað er það sem að klikka þar? Af hverju náðu ekki að klára það? Það er svona nokkrir hlutir. Við erum svolítið að tapa boltanum og það er svona out of place. Svo bara einhvern veginn að halda hausinn. Við erum svolítið að vinna okkur bara saman sem lið og stilla okkur og það er svona hausinn dettur aðeins út. Eins og ég segi, tapið með 7 stigum hér í kvöld. Það er ekki 5. tapið ykkar í deildinni, en þá án sigurs. Já. Það þarf að gera svona andlega til þess að halda dampi. Er liðið alveg í góðu lagi? Já, þær eru þokkalegar. Þetta er svona, við erum svolítið að vinna með andlega hliðina en aðalega líka líkamlegu. Við erum, Annika og Taren eru bara búin að vera hálfgerð lockdowni. Við erum að reyna að stilla þær af inn í leikinn og koma þeim inn í all kerfin og vörnina hjá okkur. Þannig að já, andlega, jú, þær eru alveg fínar, en þetta er náttúrulega bara erfitt, að ná ekki að landa sigri. Við bara heldum áfram, það er nóg eftir. Ef þú fengir að bæta einn hlut í leiknum í kvöld svona fyrir næsta leik, hvað myndirðu biðja liðið að gera? Tapa færri boltum. Tapa færri boltum? Já. Verður það kjör? En við erum að bæta okkur í hverjum leik, sko. Þetta er alltaf að koma. Ok, frábært, takk.